við erum on air eins og sagt sko. En fyrirkomulagið það að ég ætla að kynna 2 verkefni, vera bara mjög fljótur að fara í gegnum þau bæði og svo svona tökum við svona kannski fyrirspurnir á eftir og svona umræður. En en ég ætla nefnilega ekki að reyna að trufla ykkur of lengi í dag, bara þannig að allir geta komist út í, góða veðrið, svona eins og hvernig það bara hjá ykkur. En nú ætla ég að fara að deila skjánum og við bara förum bara beint í þetta. Og kynningin, upptakan einmitt hugsuð fyrir þá sem að sá sér ekki að fært að mæta, en það eru margir sem hafa áhuga á þessu. En það ekki örugglega þannig að nú sjáið þið forsíðuna, Listavinnuskólann 25 og Barnamenningarhátíð Vesturlands? Engin mótmæli því, þannig að þá bara allt eins og að vera og menningarfulltrúinn að standa sig vel. En ég ætla að byrja svona aðeins að segja ykkur frá því hvað sóknaráætlun Vesturlands og ég held að séu nú flestir hérna inni sem að þekkja hvaða fyrirbæri þetta En sóknaráætlun Vesturlands, hún stefnumótandi áætlun fyrir landshlutann okkar og það eru sóknaráætlanir í öllum landshlutum, þannig að það til sóknaráætlun Vestfjarða, Austurlands, Suðurlands og svo framvegis. En það sem að kannski flestir þekkja mest og þá var það uppbyggingarsjóðurinn sem að sóknaráætlun Vesturlands rekur og við hjá Samtök og sveitarfélög á Vesturlandi höfum umsjón með. Uppbyggingarsjóðirnir að veita styrki í anskola spennandi verkefni og þar atvinnu- og nýsköpunarstyrkirnir sem eru veittir 2 sinnum á ári og svo menningarstyrkirnir sem að við erum kannski svona helst hvað spenntust fyrir. Menningarstyrkirnir eru 1 sinni á ári og þar eru 2 deildir þar inni, það eru stofn- og rekstrarstyrkir og svo menningarverkefnin. Stofn- og rekstrarstyrkir eru fyrir lögaðila sem eru í rekstri, menningartengdum rekstri, en menningarstyrkirnir eru svona fyrir einyrkjana og listaverkin sjálf. Svo erum við með eitthvað sem heitir öndvegisstyrkir sem kemur á nokkurra fresti, en það svona uppsafnað fé. Það eru til dæmis verkefni sem hafa ekki náð að klárast og þá dálítið gaman að vera til. Þá erum við að veita dálítið margar milljónir í stök verkefni og því bið ykkur að fylgjast með því ef þið fáið ykkur nýsköpunarhugmyndir svona næstu 3 árum. En það sem að skiptir kannski mestu máli fyrir kynningafundin okkar í dag, að þá var þetta fyrirbæri hér sem áhersluverkefni. En áhersluverkefni eru mótuð af sérstökum stýrihóp sóknaráætlunar og það eru verkefni sem eru á alls konar sviðum, til dæmis á sviði velferðar, ungmenna á Vesturlands til dæmis áhersluverkefni og líka menningarverkefni og núna menningarverkefnið skapandi Vesturlands í gangi og undir því eru þessi 2 verkefni sem ég ætla að fara mjög hratt yfir í dag sem annars vegar Listavinnuskólinn og svo Barnamenningarhátíð Vesturlands. En ég ætla að byrja á Listavinnuskólanum og eins og ég sagði alveg upphafi að þá ætla ég bara að fara hratt í gegnum kynningarnar og svo notum við tímann á eftir til þess að svara spurningum og skiptast á skoðunum og velta hlutunum fyrir okkur. Það ekki alveg ágætisplan. En Listavinnuskólinn 2025, hann núna haldinn í 3. skiptið, hann hefur verið haldinn undanfarin 2 ár og hefur gengið bara mjög vel. En markmiðið með Listavinnuskólanum að veita starfsfólki vinnuskólans vinnuskólunum á Austurlandi tækifæri til þess að starfa í skapandi greinar. Og þá þetta gjarnan fyrstu launuðu störfin innan skapandi geiran sem að þessir framtíðar listamenn að fá. Og auðvitað það þá eitthvað sem svona sér sniðið fyrir svona skapandi krakkar. En að sama skapi þá verið að búa til störf fyrir starfandi listafólk í landshlutanum og helstu markmiðin það að eða eftir sumarið þá standi einhvers konar afurð sem að samfélagið getur notið. En hvernig þetta að gera þetta? Að sveitarfélögin leggja til laun flokksstjóra, bara svona eins og þau að gera í dag, en sóknaráætlun kemur við laun á uppbót til þess og samanlagt þá erum við kannski komin með laun sem eru boðleg listafólki með menntun og reynslu. Þar að auki þá sóknaráætlun leggja til fjármagn sem nýtist í efniskostnað. En verkefnin eru ansi fjölbreytt og stundum það þannig að efniskostnaðurinn bara eðlileg samkvæmt saman sem engin og svo hinum myndanum þá hann dálítið hærri en gengur og gerist. En við tökum á móti þessu öllu sem bara mjög fagnandi. En hugmyndirnar, hvað getur fallið undir markmið Listavinnuskólans? Þetta getur til dæmis myndlistarmaður sem væri það flokkstjóri og hann bara að vinna að sínu verki sem starfsfólk Listavinnuskólans svo aðstofað með og raunin svona framkvæma. Og fyrst ég nú staddur hérna á Akranesi og það má nefna dæmi að myndlistarmaðurinn Tinna Royal, hún setti hérna upp verk, hannaði verk niður á Breið, hér hjá Vitanum, þar sem að Listavinnuskólinn svo málaði.
Þetta geta verið æfingar nema í tónlistarskólanum undir leiðsögn sem sagt tónlistarkennara eða tónlistarmanns og þá er verið að skapa verk sem eru þá kannski flutt á viðburðum sveitarfélagsins eða í dvalarheimilum og leikskólum. Þetta er eitt dæmi sem hefur verið gert á Suðurlandi til dæmis. Þetta getur verið uppsetning á litlu leikverki undir handleiðslu sviðslistamanns, myndlistar eða ljósmyndaverkefni þar sem starfsfólkið í vinnuskólanum er að setja upp sýninguna undir stjórn sýningarstjóra og jafnvel skapa listaverkin sjálf. Þetta getur verið kvikmyndaverkefni, leikstjórn kvikmyndagerðarmanns, þannig til dæmis bara viðtöl við fólk úr samfélaginu og svo gæti þetta verið rauninni aðstoð á listahátíðunum sem eru nú þegar starfandi í landshlutunum og þá undir leiðsögn listræns stjórnenda. Og þá erum við að tala um þessa svokölluðu hlaupara eða runners sem að þá fá þið svona kannski, þá verður kynningin til starfsfólksins hvernig það er að reka og halda svona stóra listahátíðir. En verkefni sem falla ekki undir hatt listavinnuskólans að það er hefðbundið starf vinnuskóla og það er viðhald á eignum sveitarfélaga til dæmis. Námskeið, fyrirlestrar eða hópefli, það er ekki verið að leita því með listavinnuskólanum nema hvað var að kennslu og leiðbeiningar flokkstjórans sem er listafólksins sem er að leiða listavinnuskóla. Íþróttastarf og starf fyrir félagasamtök, það er ekki að falla undir listavinnuskólan og að lokum í þessum lit þá er kannski ágætt að koma með dæmi og það er dæmi frá Grundarfirði frá því fyrra sem var algjört fyrirmyndarverkefni en þá var myndlistarmaðurinn Þóra Karlsdóttir sem sá að setja upp umhverfislistaverk í bænum í síðasta sumar og þarna var hún einmitt með sínu starfsfólki. En verk Þóru sem heitir Ókeypis heilaþvottur var sett upp í Listakélinu á Akureyri og hún ákvað að endurgera verkið í Grundarfirði. Og þarna sjáum við með það sem er verið að endurgera verkið og í þessum úrdrætti úr lokaskýrslu sem að listamaðurinn sendi svo inn eftir að verkefninu lauk að þá kom fram að þetta hefur verið mjög samviskusöm og metnaðarfull og fóru vel eftir fyrirmælum. Og þau voru einnig að ræða þýðingu á texta fyrir fordómaþvottavélina og fordómaþvottavélin, þetta er mér persónulega finnst þetta dásamlegt orð. En hérna standaði við fullklára verk og þetta er einn liður af mörgum sem að þau unnu þetta sumar og þau unnu einnig að því að setja upp útilistasýningu undir handleiðslu og stjórn listamannsins þar sem hlýnun jarðar var viðfangsefni. Þannig að þetta var bara mjög vel hérna. En ég seti þetta hérna aftur upp markmiðin sem kom fram áðan bara svona til áminningar. Þarna er verið að svona, við farið yfir það algjöru hundavaði. Það er verið að veita starfsfólki vinnuskólans tækifæri til þess að starfa við skapandi greinar. Það er verið að skapa störf og tekjumöguleika fyrir starfandi listafólk í landshlutunum. Og svo þetta með afburðina, það er eitthvað sem samfélagið allt, hvort sem við búum hérna eða við gestir getum notið. Og það mun vera opnað fyrir skráningu sveitarfélagana í listavinnuskólan bara strax í næstu viku. Þannig að þið fáið tilkynningu það, þau sem eru hérna þessu fundi og eru að hugsa þessi mál. En jæja, áfram í smérið og þá er það barnamenningarhátíð Vesturland sem er svona næsti liður á dagskrá í þessari kynningamaraþoni sem ég er að taka hérna, eða spretthlaupi. En barnamenningarhátíð Vesturlands, það er kannski allir sem gerir sig grein fyrir því, en hún hefur verið haldin á Vesturlandi síðan 2016, en hún hefur verið að flakka á milli 3 svæða sem eru Akranes, Borgarbyggð og Snæfellsnes og þá hefur verið gerð samningur við ýmist félagasamtök eða menningarstofnanir eða sveitarfélögin að halda hátíðina. Hún var haldin með miklum glæsi brag hérna á Akranesi í fyrra. Það var alveg stórkostlegt verkefni sem gerði kannski verkum að núna vilja allir á barnamenningarhátíð. Sem er kannski ekki óeðlilegt og umræðin barnamenningarhátíð hefur verið að aukast síðust ár. Og eins og ég sagði hérna alveg í byrjun að þá er hún hluti af áhersluverkefninu Skapandi Vesturland og sóknaráætlun að leggja 3 milljónir í barnamenningarhátíð í ár. En svo ætlum við að sækja með barnamenningarsjóð til þess að aðeins að ná meiri peningum og ég er nú bara sitt hérna sveittur að finna peninga til þess að gera þetta sem glæsilegast. En við erum nú kannski, þó það væri nú gaman að segja það, þá erum við samt ekki að finna hjólið hérna. En það eru fyrirmyndir bæði á Vestfjörðum, þar er Búkin, barnamenningarhátíð haldin á vorin og á Austfjörðum er það Bras sem er haldið á haustin. Og þegar ég er að tala við kollega mína sem eru að halda þessar 2 svona allsherjarhátíðir að þá vilja Vestfirðingarnir gera upp skólaárið með því að enda á barnamenningarhátíð en Austfirðingarnir vilja starta skólaárinu með því að byrja á barnamenningarhátíð.
En hérna kemur svona mjög einfalt skipurit að barnamenningarhátíð þá stýrt af yfirverkefnastjórn sem að ég þá svona dálítið hatturinn í og kalla eftir sjálfboðaliðum hérna þessum góða hóp til þess að vera með í. En þar að auki eru staðbundnar verkefnastjórnir. Og ég ætla að koma svona aðeins nánar að því núna en að það mjög mikilvægt að það sé haldin einhvers konar dagskrá á hverju svæði fyrir sig og það mjög mikilvægt að unnið verði með styrkleika á einkenni hvers svæðis. Þannig að við erum að vinna hérna með staðarandann og það listafólk sem á svæðinu og bara okkar eigin styrkleika. Og þetta til þess oft með aðgengi af stofnunum, menningarstofnunum, mannauði og menningareinkennum á hverju svæði fyrir sig. Smiðjur viðburði listsköpun, það það sem við erum að leitast eftir og að börnin fái að skapa og njóta listar. Þannig verður hvert svæði sjálfstætt með svona sína litlu barnamenningarhátíð en hún væri samt alltaf undir hatti barnamenningarhátíða Vesturlands. Og núna ég heyri alveg skólastjórana sem hérna í hópnum vera að hugsa með sér bara hvað með fjármunina, hvað mun þetta kosta allt það sko. En sóknaráætlun og verkefnin mun leggja til fjármagn í verkefni allan landshlutann. Og það þá ábyrgð yfir verkefnastjórnar að útdeila þessu fjármunum til staðbundinna verkefnastjóra sem að þá á móti bera ábyrgð að því viðburðirnir fara fram á hverju stað fyrir sig. En þannig í stuttu máli þá erum við að kalla eftir hugmyndum hvernig barnamenningarhátíðarnar eiga að fara fram á hverju staði fyrir sig, svona eftir getu og áhuga. En markmiðið þetta svona aukaafur og það að efla það barnamenningarstarf sem þegar til og verið að vinna núna allt Vesturlands. En aftur á móti þetta góða starf sem þið eruð að vinna og það nýtist þá sem mótframlag til barnamenningarhátíðarinnar. En svo að það sem sagt þá ítreka það að við erum að leggja þá einhvern pening til að leggja í þannig að þið getið haldið áfram með öll ykkar starf. Og ég mun senda nánari leiðbeiningar til ykkar þetta, núna bara alveg á næstu dögum. Eins og þið sjáið þá þetta allt svona dálítið frumstigi. En ég setti þessa glæru hérna upp og þetta bara eitthvað sem að menningarfulltrúinn ældi úr hausnum á sér bara til þess að sýna fram á það hvað Vesturland að eyða af sköpunarkrafti og listrænni gleði. Og þetta má nýta sem svona hálfgerð áhöld í svona hugmyndaauðkenni hvað við getum gert og bara svo ég drepi hérna niður til dæmis í Stykkishólmi. Norska húsið, Vatnasafnið með litlu listasmiðjuna og Júlíunni hátíðsögu og bóka sem hreint út sagt stórkostlega barnadagskrá. Og þarna getum við verið að tala bókmenntir, tónlist og þungarokk, náttúrulega með sátinni. Og það þjóðmenningi gegnum skottúfuna á Norska húsið, þannig að þar kannski svona komið svona smá svona efni við það hvernig við getum verið með barnamenningarhátíð í Stykkishólmi. Að sama skapi þá má fara hérna hingað á Akranes og þá erum við með Akranesvitann. Það dásamlegt bókasafn, tónlistarskólinn með öllum sínum hæfileika punktum sem það inni. Leiklistin, myndlistin, þetta allt hérna til staðar, þannig að við höfum rægan efni við. En við ég svona að halda þennan fund og vera að kófa í ykkur svona til þess að kalla eftir samstarfi. En ég ætla að fara svona yfir þennan lista yfir svona samstarfsaðilana og list fyrir alla sem verkefni á vegum menningarmálaráðuneytisins að þau eru reiðubúin að vera þátttakendur í verkefninu og list fyrir alla gengur út á það að veita öllum börnum óháð búsetu, efnahag og bakgrunni bara aðgengi að gæða listgreinum og barnamenningarhátíðin fullkomin tækifæri til þess að efla það starf. Ég að leita til ykkar grunnskóla á Vesturlandi og þá listgreinakennslunni sem þá myndmennt, tónmennt og leiklist en hver skóli fyrir sig getur hérna alveg frjálst að útfæra það bara eftir því hvernig þið viljið hérna eða hafið áhuga því að vera með í barnamenningarhátíðinni. Og ég segi bara það að litlu sveitaskólarnir þið getið alveg líka vel fær að vera með líka. Menningarstofnanirnar á Vesturlandi sem eru með virkt sýningarhald eða eru með virka starfsemi og það til dæmis eins og söfnin, byggðarsöfnin og tónlistarhúsin sem eru starfandi. Sjálfstætt starfandi listafólk og listahópar á Vesturlandi og menningarfulltrúar eða verkefnastjórar menningarmála hjá sveitarfélögunum. Og svo erum við með ungmennaráð Vesturlands sem þáttakenda sem ætlar að vera svona listrænu stjórnendur og passa það að við gamla liðið séum að gera þetta nógu áhugavert fyrir þau. En utan að við,
Svo það eitt sem að við höfum áhuga á því að gera, að það eru þá viðburðir sem að við ætlum að greiða til þess að ferðast á milli svæða á Vesturlandi meðan hátíðin er. Og þarna er ég búinn að tala við þessa 4 aðila síðustu daga sem að hafa sýnt því áhuga að vera þátttakendur í Barnamenningarhátíð Vesturlands. Og það Handbendi sem brúðuleikhús og frá Hvammstanga, alveg stórkostlega flott og eru handhafar Eyrarrósarinnar. Og glöggir eftir að taka eftir því að það hún Sigríður Ásta Vestlendingur sem að gera gott sem Dietrich þarna upp á húsbílum. Það sirkuslistahópurinn Hringleikur sem hefur nú komið og heimsótt okkur hérna á Vesturlandi og tók meðal annars þátt í Barnamenningarhátíðinni á Akranesi í fyrra með sæskrímslaverkefninu sem var stórkostlegt. Svo það Húlladúllan og það hún Unnur María sem að við Vestlendingar eigum á hvert beini af því hún nú alveg upp í Borgarnesi. Og svo það Hnoðri í norðri sem að ótrúlega flottur sviðslistahópur sem leggur áherslu á óperu fyrir börn frá Norðurlandi, frá Akureyri. Og og þarna svo hugmyndin að þessir aðilar myndu þá ferðast á milli svæða og vera að bjóða upp á dagskrá fyrir krakkana. En svo til að taka það saman, þá erum við að horfa á það að það verða svona hátíðir sem fara fram á helstu þéttbýlis- eða samkomustöðum í landshlutanum. Og þessi viðburðir geta verið alls konar, það eru sýningar, smiðjur, tónleikar eða sköpun, og að krakkar séu bæði að skapa og að njóta. Og þarna líka tilvalið að sýna afurð Listavinnuskólans, eins og við komum hérna fram áðan. Þarna væri tilvalið að nóta þetta niður. Svo það þetta samræmdu aðgerð, það að þessi viðburðir eins og við varum að fara yfir hérna, myndi ferðast milli svæða meðan hátíðin stendur. Og svo það draumur menningarfulltrúans, en við þurfum kannski að vera með báða fætur í jörðinni, en það eitt stórt lokahóf í lok Barnamenningarhátíðinnar. Það fer bara eftir því hvað ég duglegur að grafa í skúffum og finna aura. Það væri mjög gaman ef við getum verið með svona eina uppskýra hátíð sem myndi kannski vera þá svona flakka á milli svæða á milli ára. Og við ætlum náttúrulega auðvitað að gera þetta til framtíðar. En svona að lokum þá ætlum ég að fara svona yfir svona tímalínuna út árið. Og við erum stödd hérna í byrjun mars og það kynningarfundurinn sem við erum að halda hérna núna. Hugmyndafræðin verður þá klár og upp úr miðjum mars og 1. apríl verður þá kynning og það sem við hendum þessari hugmynd út í kosmósið og munum senda tilkynningu til fréttamiðlana og á skjárstjórnina okkar og vera svo með nafnasamkeppni fyrir krakkana. Ég kem að því eftir augnablik. Nafnið eða úrslitin nafnasamkeppninni verði kynnt þarna alveg í byrjun maí og starfshópar, svæðisbundnu starfshóparnir sem verða að tönglast á áðan verði þá komnir í gang og það þarna alveg bara kortir í sumarfrí og það þá gott að við hérna í sumarfríinu og starfshóparnir séu mótaðir og meðan við erum að sósa okkur út á tenni að þá getum við verið svona að hugsa já þetta getur verið frábær hugmynd fyrir Barnamenningarhátíð næsta haust. En viðmót og nafnhátíðin verði tilbúin þá bara rétt fyrir sumarfrí og svo myndu stýrihóparnir koma saman fljótlega upp úr eftir að skólaárið hefst og svo það stóra spurningin hvenær við að halda Barnamenningarhátíðina og sem vinnudagsetningu þá það frá september í nóvember og þetta mjög hugsanlega eitthvað í kringum viku sem að hátíðin myndi standa yfir þannig að það var einhvern tímann á þessum tímapunkti. En svona alveg í lokin að þá ætla ég að tala hérna nafnasamkeppni með grunnskólanemenda. Barnamenningarhátíð Vesturlands 2025 ekkert rosalega þjált og skemmtilegt nafn og ég minni á það að hérna hjá kollegum okkar hérna fyrir austan að þá heitir hátíðin Bras og hefur dálítið svona fest sig í sessi. En við köllum eftir tillögum nafn með hjálp frá nemendum á Vesturlandi, í grunnskólum á Vesturlandi með hjálp umsjónarkennarana. Og það eru verðlaun í boði en það pizzuveisla á bekkjakvöldi fyrir nemendur og nemendur í öllum bekkjum á grunnskólastíg á Vesturlandi eiga þátttökurétt. Og mér finnst mjög viðeigandi að hrinda þessari samkeppni af stað þann 1. apríl og það svona leið að við munum láta alheiminn vita að við ætlum að halda þessa hátíð. En já, þá ég búinn að hlaupa hérna yfir og ég vona að ég hafi bara verið nokkuð skýr. En núna ég að kalla bara eftir spurningum eða umræðum, athugasemdum eða hvernig sem það Og ég ætla svona kannski að bara biðja ykkur að rétta upp hönd, svona rafrænni hönd. Það þarna uppi dokkunni hérna uppi svona á að vera lítill lói sem ég geti ýtt á.
Þannig að hver vill spyrja fyrst eða koma með hugmyndir athugasemd. Og ég sendi bolta til hennar Grétu. Greta, gjörðu svo vel. Bíddu nú við, Greta, þú ert á mute. Greta, við heyrum ekkert. Það er hérna. Látum okkur að sjá. Greta. Bíddu nú við. Við heyrum ekkert í Grétu. Já, Greta megin. Þú átt að fara hérna upp og það er svona það sem er mic hérna upp í horninu hægra megin og þar áttu að ýta á hann. Þetta er eiginlega alveg við hliðina á hérna. Já, ég er ekki í. Þarna ertu Heyrðu í mér komin, nú núna? heyrum við þér. Gjörðu svo vel. Já. Nú áttu gólfið. Nú hef ég orðið. Já. Nákvæmlega. Gjörðu svo vel. Heyrðu, ég bara þakka fyrir frábær orð og þetta er mjög spennandi. Nú við í Stykkishólmi héldum barnahátíð á vegum Júlíönu hátíð í nóvember í vetur sem tókst einstaklega vel. Fengum borgarleikhúsið í samstarf og þetta var unnið á skólatíma grunnskólans. Og ég sé fyrir mér að ef að áhugi er fyrir að Júlíana barnahátíð og þú gafst mér nú svo frábært orð sem ég vil nota í framtíðinni, Sigursteinn, það er ung Júlíana. Og ef að það er áhugi til samstarfs þá er ég tilbúin að leggja mitt að mörkum. Bara dásamlegt að heyra og það er alveg rétt, þú veist, það er hérna ungu Júlíana, hún var haldin núna í fyrsta skipti og var stórkostleg, sko. Ungu Júlíana er svona, hvað að segja, afkvæmi Júlíönu, stóru Júlíönu, við getum orðað það þannig. Sem er Sko, hérna, Júlíana Jónsdóttir sem hátíðin er kennd við, hún náttúrulega kom við, hún er fædd og uppalin í Borgarfirði. Síðan var hún í Hrútafirði og síðan í Eyjólfum á Breiðafirði og í Stykkishólmi. Þannig að ungi Júlíana gæti alveg verið nafn á þessa hátíð. það er komin inn tillaga, það er kannski spurning að pizzaveislan sé komin bara til ykkar hérna í Júlíönu. En takk hérlega fyrir þetta, Takk fyrir Greta. mig. Og hérna, já. En hérna einhverju fleiri sem vilja tjá sig eða koma með spurningar? Það er nógu tími. Erla Dóra, gjörðu svo vel. Já, hæ. Mér langaði bara til að benda á hérna, og því ég hef svolítið verið í barnamenningarhátíðinu á Akureyri, að hérna, allra yngstu börnin gleyma svolítið. Og ég hef verið með svona tónunga stund, það sem að þú veist, krakkar, eða semst unga börn, 6-12 mánaða, þú veist, koma með börnum sínum, koma með foreldrum sínum í Jemen. Og já, þetta bara hefur verið mjög vinsælt og já, bara gleyma ekki allra yngstu börnunum og þetta er svo, já, það er svo rosa gaman að hafa fyrir öll börn. Bara frábær ábending, bara takk hérlega fyrir þetta. Þetta hérna er eitthvað sem við nóturum niður og aldrei að vita að hérna, við nýtum ykkar reynslu og þjónustu með það, sko. Og hérna, ég ætla að nefna, Sko, alveg endilega. Ég ætla að nefna það að Erla kemur hérna frá Nóðra í norðri. Ég er svo búin að vanda mig að læra að segja þetta rétt, Nóðri í norðri. Þannig að það er hérna, þannig að við munum njóta góðs af þar. Vel. En ég takk fyrir þetta, Erla. Og Elva Lilja frá List fyrir alla hefur beðið um orðið, gjörðu svo vel. Elva, nú er þú á mute. Já, það heyrist ekkert, hvurslags. Já, byrjum að við. Elva Lilja er sem frá List fyrir alla og það er kannski ágætt svona að benda á það að hérna að List fyrir alla er núna að kalla eftir hugmyndum að barnamenningarverkefnum sem að fara fram þá fyrir börn á grunnskólaaldri reyndar en hérna og umsóknarfrestur er 16. mars. Þannig að allir að skrifa það niður hjá sér. Það er ekkert, heyrist ekkert í Elvu.
Já, þetta eitthvað, hún allra, já. Herðu, einhverjir fleiri sem vilja kannski koma og tjá sig? Allir bara spenntir. Það spurning hvort að hún Elva sé alveg bara sveittar en að komast inn aftur. En hvað segir þið? Lýst ykkur þá ekki bara, eigum við ekki að taka á þannig að þögn saman samþykki og allir séu bara rosalega spenntir að fara að halda barnamenningarhátíð í haust? Atli Freyr, gjörðu svo vel, hann ætlar að tjá sig þetta. Atli, við heyrum ekki til þér, þú líka mjút? Já, heyrðu, það heyrist ekki þar. Svona á að halda fundi, þú veist, bara hafa svona, bara stilla töluna þannig að það heyrist ekki til fólki og ég segi bara já, þögn saman samþykki, allir með. Það klappa og klart, sjáumst í haust. Já. Já, Atli hafði kannski eitthvað líka vesinn þar með mikrofóninn. En einhverju fleiri sem hafa áhuga að tjá sig og líka minna á það að það hægt að spyrja líka spurningu á listavinnuskólan? Heyrist nokkuð núna? Nú heyrist þér, velkomin. Ég þurfti að fara inn aftur, þannig kannski þar, að því ég tók alveg af mæknum, þannig að má kannski bara ráðleggja þeim sem að að hlusta að ég fór inn og aftur og þá duði þetta. Heyrðu mér svo góð punktur hjá Erlu, ekki gleyma listbörnunum, en ég vil benda á eitt verkefni sem að við höfum verið að gera með yngstu börnunum, eða elstu leikskólabörnunum, þegar við höfum trammað saman í Hörpu á hverju voru og sungið verk eftir íslenskt tónskáld. Núna sem sagt Sigfríður Björnsdóttir að leiða það verkefni á fyrir hluta leikskóla í Borgarfirði. Þannig það alveg líka viljið til þess að við erum að pröfa semst að fara með þetta verkefni út á land og Borgarnes og Borgarfjörður eru þátttakendur núna, en ég geti íhugað hvort að þið viljið stíga inn í það verkefni þess að ári. Nú erum við að syngja lög eftir Braga Valdimar og mér datt þetta bara hug þegar Erla fór að tala með þetta því að allt stór hluta Norðurlandi eystra og þau ætla sem sagt framma í Hof. Þannig að við erum þetta svona kannski eitt skref á að fara að taka svona glæsilega utanum yngstu krakkana, reynda 5 ára þarna. Og svo ætla ég að þakka bara fyrir falleg orð í garð Listur alla og ég ætla líka bara að mæla til þess að þið kíkið inn á listveituna því það er svo ótrúlega mikið af skemmtilegu efni sem þar sem þið getið nýtt ykkur með krökkum og í alls konar skapandi starfi. Þannig að, og við erum endalaust að bæta. Nú erum við til þess að fara að fá sviðin sem verið að sýna RÚV. Þannig að bara allt fríkipis og nýta ykkur þetta góða efni frá alls konar listastofnunum. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta og ég tek undir ég setti í spjallið slóðina listfyriralla.is og listveitan þarna uppi í barnum og þetta stórkostlegt verkefni og bara efniviður sem að hægt að nota eins og Elva sagði í fríkipis. En Unnur María og Húlla Dúlla, gjörðu það svo vel. Hæ. Mér líður alveg ferlega meðaldra núna, allir þakkar ekki virka. Mér langar bara að taka undir, fyrsta vorin að fá að tala, mér langar bara að taka undir það með þetta með yngstu börnin. Ég hef verið að vinna með barnamenningarhátíð bæði fyrir norðan og fyrir austan og þetta alltaf áberandi. Það svolítið út undan fyrir yngstu börnin. Þannig að ég vildi bara taka undir með því. Og svo langar mér líka bara að þakka fyrir falleg orða því að mér þykir ofboðslega vænt Borgarfjörðinn og Vesturland og finnst alltaf rosalega vænt að vera með í verkefnum þar. Ég segi bara okkar ánægjan eða mín ánægjan, ég ætla bara að leyfa mér að tala fyrir alla. Þetta bara mjög spennandi verkefni sem við höfum verið að fylgjast með og fjarlægt og þú hefur nú verið að koma til okkur að vera með smiður sem hafa verið mjög vel sóttar og tekist vel. Já, ég bara skulda MSB svo mikið að því sem gerði mig á mannesku að ég held ég verði alla ævina að borga tilbaka. Og það er gaman. Það er gott. Það gerist ekki betri í orðin, bara ég segi það. En já, einhverju fleiri sem vilja tjá sig? Eða komið hugmyndir og það má líka bara alveg ef að eitthvað dettur eitthvað í hug eftir fundin þá má endilega senda mér bara tölvupost. Við ættum nú að sjá hann í fundarboðinu. Já, ég var nefnilega búinn að segja það að þetta myndi vera Sigfríður, Fríða, gjörðu svo vel. Heyrið í mér? Já. Ég er í bíl afsakið á leiðinni til læknis en ef ég fyrir að hósta þá bara
verið að eiginlega forða ykkur frá hótelunum. Ég er bara að hugsa sko með framkvæmdina, hvernig við hugsum þetta á öllu svæðinu ef við ætlum að fara að samræma okkur, af því að áður var SSVF að styðja við svona framkvæmdi á mismunandi svæðum og við erum komin af stað með barnamenningarhátíð, við erum að halda hana 3. skipti núna, barnamenningarhátíðin og í Borgarbyggð. Og hún er að voru og í samvinnu með grunnskólanum sem eigum við þá bara að slaufa þessum hátíðum og reyna að færa okkur undir. Hvernig sýn er þetta á sko það sem þegar er fyrir, þú veist, ef við að reyna að sópa okkur undir eitt hatt eða ef við að reyna að gera einhvern veginn allt. Þegar ég vissi að þessum fundi þá spurði ég bara einhvern 1 eða 2 sem eru inn í leikskólum og grunnskólum, ég var bara að fundi og það kom alveg strax, nei það eru mikið að hafa 2 sko. Á hverju ári, þú veist, og ég veit eiginlega ekki samt af hverju þannig lagað, en sko ég pínu svona hugsandi yfir því sko hvort að við myndum ekki verða ríkari af því að dreifa okkur meira yfir árið heldur en að fara að sópa öll undir einhverja 10 daga í október eða nóvember. Ég bara segi svona, ég er bara að spá í svona, já, framkvæmdina getum orðið miklu ríkari og fyrir fleiri einmitt árganga og hópa ef við myndum hugsa bara kannski aðeins stærra og víðara og alltaf árið undir. En þetta er bara svona pæling, ég er ekki með neina lausnir eða neitt, alls ekki neikvæð, ekki hugsa það þannig, ég bara veit ekki alveg hvernig maður er að stíga niður, þannig maður sé ekki að tróða annarkvort á annar að tám eða stimpla sig út, skil ég. Já, nákvæmlega. Þetta finnst mér bara vera, takk fyrir þetta Fríða, mér finnst þetta vera frábær svona vangaveltur. Við erum, náttúrulega eins og ég kom aðeins inn á í kynningunni, þá erum við svona dálítið á frumstigi að móta þetta. Það hefur meira sig að komið upp í umræðinu svona innan hús hjá okkur SSVF hvort að þetta ætti að vera á 2 ára fresti, hvort að barnamenningarhátíð Vesturlands ætti að vera svona, já, einmitt annað hvert ár og einmitt að gefa þá sveitarfélögum 2 á að vera með sínar hátíðir árið á móti. Svo er þetta líka ágætis hvort við ættum að dreifa okkur yfir árið og kannski vera með svona uppskeruhátíð í lok ársins eða hausti. Það er svona þannig að það er alls konar undir undir, en þetta er eitthvað sem við skulum taka bara og nótera hjá okkur og þetta er kannski eitthvað sem þarf að koma kannski líka frá kannski stýrihópunum. En Kristján, mér sýnist þú vera næstur, gjörðu svo vel. Já, ég heiti Lilja Margrét. Já, Kristján þú tók ert ekki Kristján. Nei, við erum 2 hérna. Ég var bara, geturðu bætt mér inn á listan, ég var að senda e-mailið mitt og getur gert það, takk. Mér langar bara að segja að mér líst mjög vel á þetta og líka að hafa þetta svona einmitt í byrjun, þú veist, kringum þegar sumarið búið, bara í byrjun skólaárs, skilur. Já. Alveg góð tími, en þetta með að dreifa er líka alveg, þú veist, valið punktur, sko. En já, annars hef ég ekkert með að segja, ég er bara mjög spennt, þetta er allt mjög spennandi. Já, þetta er alveg virkilega eitthvað til þess að velta fyrir sig sko og það er eins og ég var nefnilega að vonast eftir þegar ég var að tala við kollega mína sko fyrir austan og vestan að þau kemur með svona einhverju tölulist en auðvitað ekki, þá var það bara akkurat sikkur endinn hjá þeim sko en þetta er kannski eitthvað verkefni fyrir bara stýrihópana svona til þess að taka ákvörðun og einmitt líka dagsetninguna, ef við ákomum verið með eina hátíð hausti, veist, hvaða dagsetningu að nota, þannig að þetta er eitthvað sem við munum þurfa að ákveða næstu dögum. En samkvæmt dagatalinu, eða tímalínu, þá er þetta ávallt að vera klárt í apríl, þannig að þetta er allt að gerast. En er einhverju fleiri sem vilja tjá sig, alveg á loka mínútunum? Kannski mér langar að þessa. Herðu, byttu nú við, Anna Melsteinn í sínum, ég sá svona, þið eru 2 hólmararnir. Heyrðu, mér langar bara aðeins að velta því upp í þessum barnamenningarhátíðum þegar það hafa ferðast á milli svæða. Er þetta ná til meira en nærsamfélagsins eins og bara ef það er á Snæfellsnesi, hún er haldin á Rifi eða eitthvað, er þetta ná út fyrir Rif, er þetta inkludera allt Snæfellsnes, er þetta bara svona í svona mikró sko, og þá veltir maður fyrir sér sko hverju skilar það að vera með búið til eina Vesturlandshátíð sem er þá allt Vesturland og svona pæling. Já, það er nefnilega akkurat þetta sko því hún var að fara á milli svæðana sko og þá varð hún sko svæðisgarðurinn sáum þegar var fyrsta skipti á Snæfellsnesi, þá var svæðisgarðurinn með hátíðina sko en einhvern veginn svo þróast þetta verður svona alltaf meira svona kannski líka eðlilega þá verður þetta svona dálítið svona staðbundin stöðu sem hefur verið haldin
Og en þetta svona tilraun í því að hún eigi að vera svona yfir allt Vesturland og öll börn séu með, sko. Og það hvort sem að þau búa í stærsta þéttbýliskeppninu með upp í sveit. Þannig að það svona dálítið það sem svona skref á móti. Þannig að svona tilraun til þess að gera það, sko. Þannig að það séu einhvern veginn allir með. Þannig að við svona, það er það sem við erum svona að horfa á, sko. En já, vona að það svari þessari spurningu, sko. En Þórunn, Satnásinni, gjörðu svo vel. Já, takk. Takk fyrir umræðuna og takk fyrir kynninguna. Ég held að það geti verið rosa sterkt fyrir Vesturland sem heild að vera með sameiginlega, þú veist, undir þessum hatti, þó að hvert svæði fyrir sig sé svo sjálfstætt að því hvernig það tæklar það, að við séum með tímabili eða viku eða hver svo sem niðurstaðan verði á því. Ég held bara að fyrir okkur sem sameiginlegt svæði, þá held ég að það sé kannski svona sterkasti punkturinn að í því og svo náttúrulega þessi hugsanlega samlegðar áhrif að sérstaklega ef það að koma inn viðburðir eða annað sem fer á milli. Þú veist að þá það eitthvað sem í gangi á öllu svæðinu á sama tíma og að búa til auðvitað návik alltaf takmarkaðri heild einhvern veginn við erum hver með okkar sérkenni og innbyrðis heild, sko, að en ég held allan að þetta sé eitthvað sem vert að prófa og þeir sem þau svæði sem hafa tekið þetta upp, þú veist, eins og Austurlandi, þetta hefur gengið vel. Þar eru vegalengdir og þar eru sérkenni og það hefur við, þú veist, þar hefur en það gengur einhvern veginn að því það varstu komið með hennan hatt og svo það og það ekki verið að taka neitt ákvörðunarvald, þetta ekki einhver yfir, þú veist, það held ég sem mikilvægt, það sé ekki eitthvað svona yfir, þið eigið að gera þetta svona, þarna heldur að þetta sé samt samtal og hver og einn getur svolítið undir þessum hatti, barnamenningarhátíð Vesturlands, einhver heiti og við getum bara verið svolítið stolt af því. Já, nákvæmlega, það bara takk fyrir þetta. Þetta svona dálítið það sem við erum að reyna að ná í gegn, sko, og það einmitt þetta að við getum með sameiginlegu svona leitt saman kraft okkar og gert eitthvað stórkostlegt saman, sko. En já, takk fyrir þetta, Þórunn. En einhver einn í viðbót sem hefur áhuga að tjá sig? Ef ekki, þá bara þakka ég kærlega fyrir mjög skemmtilegan og frábæra fund og ég bendi á það að þetta var náttúrulega tekið upp, þannig að þið eigið að fá upptöku af fundinum eftir að honum lokið og svo megið þið endilega verið í sambandi við mig ef það einhverjar spurningar. Og svo megið þið endilega, ég bara þú veist ef við hafið áhuga því að vera með í stýrihóp, að endilega látum vita, hvort sem að það yfir öllu heila klappinu eða staðbundið. En þá ætla ég ekki hafa þetta lengra og ég sendi bara kveðjur út allan dásamlega landshlutann okkar og við bara sjáumst á ferðinni. Bara takk fyrir.